Notaðu tippið 1x2 við tippum. Bragi, fyrsta leik lokið og já, að stórum hluta getið þið kennt ykkur sjálfur það vildi ekkert niður. Nei, þú lést mér lofa að nota ekki orðið haustbragur, þannig ég ætla ekki að gera það. Nei, við vorum rosalega óheppnir í skotunum og ég líti á þetta bara þannig að við eigum alveg helling inni og þetta var ekki í rauninni nema 5 mínútna kafli í lok seinni hálfleik sem að bjóð til þennan 10 stiga mun. Restan af leiknum var bara jafn. Og það sem ég fannst eins og gott í stelpurnar er að við sýndum þann karakter að reyna að koma tilbaka í fjórða leikluta og ná þessu niður í svona viðráðanlega mun. En við vorum bara ekki í formi til að klára það. Þannig að það sem er að hjá okkur í þessum leik er eitthvað sem er mjög auðvelt fyrir mig að laga með aðeins meiri tíma fyrir lið, þannig að ég hef engar áhyggjur af þessum. Úrvalsdeilda leikmennirnir sem voru komandi Grindavíkur fyrir þetta tímabil, heimastúlkur, já, þær eru samt í kvöld enga veginn ekki að standa undir væntingum. Það er verið að láta ungan leikmann eins og Ingibjörgu axla ansi mikla ábyrgð með því að þær séu ekki að spila við sitt besta. Já, hún Yrsa, Ingibjörg Yrsa, ég svo sem lét hann ekki axla ábyrgð, hún tók þessa bara ábyrgð algjörlega á sínum eigin forsendum sem ég er afskaplega ánægður með. Sama og ég sagði áðan með hinnar eiga helling inni. Petronella er búin að vera góð í undirbúningstímabilinu og búin að vera að leiða þetta lið, hún á helling inni. Kanin er í engu formi, hún á helling inni. Þannig að eins og ég segi áðan, ungu stelpurnar ef þær geta komið með svona leikinn á milli þá hjálpar það okkur rosalega mikið en hinnar eiga eftir að stíga upp og við eigum líka heilan bekk af meidum leikmönnum sem eiga eftir að koma inn í þetta líka, þannig að bara beware önnur lið. Já, fyrir einmitt eins og talar um meiðsli, fyrir nýliða eins og Grindavík og vissulega þessi úrvalsdeildar reynsla í hópnum, þá er það ansi stór biti að vera án til dæmis Ólafar Helgu, ekki satt? Jú, og Berglind líka er búin að vera einn af okkar betri leikmönnum, þannig að það er erfitt að kyngja því, en ég er ekki á neitt hátt í rauninni að nota þetta sem afsökun fyrir að tapa leikjum. Hinar stelpurnar eru alveg fullfærir það að klára þessa leiki. Við þurfum bara að komast í aðeins betra form, að þá erum við ekki að detta svona niður eins og síðustu 5 mínúturnar í leiknum. Þá missum við ekki dampinn, þá náum við að halda miklu meiri svona grimmd þegar við erum komin í betra form. Þannig að við vinnum í því næstu 2, 3, 4 vikurnar og þá erum við komin í það stand sem við viljum vera. Þannig að þetta er ekki leikur sem að ber keim af því sem við verðum eftir 2, 3, 4 vikur.